Árið 2011 var mikill jarðskjálfti undan austurströnd Japans, nálægt kjarnorkuverinu í Fukushima. Skjálftinn sjálfur olli ekki miklu tjóni, en í kjölfarið skall flóðbylgja á kjarnorkuverinu með þeim afleiðingum að kjarnakljúfarnir fengu ekki lengur kælingu og geislavirk efni bárust út í andrúmsloftið. Þó tekist hafa komið í veg fyrir að slysið yrði alvarlegra en raun bar vitni, minnti það á að við alla orkuvinnslu ber að taka tillit til umhverfissjónarmiða, sérstaklega þegar unnið er með óumhverfisvæn efni. Í kjarnorkuveri er unnin raforka úr gufu. Við erum í raun að tala gömlu góðu gufuvélina, nema bara ekki alveg. Kjarnorka felst í því að kljúfa frumeind úrans sem er geislavirkt frumefni. Með ákveðnum aðferðum er svo hægt á nifteindum sem verða til við kjarnaklofnanir og þar með auka líkurnar á að þær valdi sjálfar kjarnaklofnun og búa til keðjuverk. Þetta fer fram í svokölluðum kjarnaofni. Við þetta verður til gríðarlegur varmi sem er svo leiddur í burt af kælikerfi sem nýtir hann eða gufuna frá honum, gufuaflið, til að snúa túrbínu sem aftur knýr rafal sem býr til rafmagn. Einkenni kjarnorkuvera eru jú risastórir stromparnir og hvíta gufan sem stígur þaðan upp. Þannig byggir kjarnorkuver á sömu aðferð og vatnsvirkjun, jarðvarmavirkjun eða vindmylla. Einu formi af orku er umbreytt í raforku. Ég mæli samt ekki með að prófa að búa til sitt eigið kjarnorkuver heima hjá sér. Við kjarnorkuvinnslu fellur nefnilega til geislavirkur úrgangur sem er stórhættulegur. Kjarnorka flokkast einmitt sem óendurnýjanleg orka vegna þess að hráefnið sem til þarf við framleiðslu kjarnorku, úran, er til í takmörkuðu magni í jörðinni. Þar að auki er það ekki umhverfisvænn kostur vegna hins geislavirka úrgangs sem fylgir starfseminni. Þannig að þrátt fyrir að kjarnorkuver losi ekki mengandi gróðurhúsalofttegundir eru þau almennt talin óumhverfisvæn. Sömuleiðis veldur það áhyggjum hve alvarlegar afleiðingar slys, leki eða sprenging í kjarnorkuveri getur haft á nánasta umhverfi. En á meðan kjarnorkuver vinnur eins og það á að gera, er það þó umhverfisvænn kostur. Vinnsla kjarnorku er mest í Bandaríkjunum og Kína, en kjarnorkuver finnast víða, meðal annars í Svíþjóð og Finnlandi. Þegar þetta er talað, eru vísbendingar að hún muni aukast í framtíðinni. Þá er bara að gera að fara varlega, krakkar mínir.